Grein í Morgunblaðinu eftir Árna Johnsen, alþingismann Sjálfstæðisflokks, vakti mikla athygli helgina, en þar fullyrti Árni að valdníðsla og ofsóknir ættu sér stað innan réttarkerfisins og Baugsmálið svokallaða væri dæmi það. Hann segist líka þekkja ofsóknirnar betur en margir aðrir. Árni, vertu velkominn. Takk fyrir. Þú varst að boða það í þessari grein að það þurfa að spúla dekkin strax, þá að hreins út skítablettin á réttarkerfinu eins og kallar það í greininu, og þú varst að boða aðgerðir sem alþingismaður. Hvað nákvæmlega ætlar að gera? Já, það sem ég vek athygli við þeim efnum er fyrst og fremst það sem snýr að dómum og skilorðsbundnum refsingum. Og þá þetta sem hefur verið rætt mikið á undanförnu, hvort að þeir sem hafa fengið skilorðsbundna dóma eigi að víkja úr stjórnum fyrirtækja. Og þetta er hlutur sem ekki neinstaðar í nágrannalöndum okkar og hefur einhvern veginn slæðst inn í lögin að mínum mati, því við erum ofta að miða okkur við þau. Og þetta kom mér óvart þetta væri þarna. Og ég mun beita mér fyrir því á komandi hausti að flytja breytingartillögu þetta að þetta ákvæði sé tekið út á þennan hátt. Finnst þér þá eðlilegt að menn sem að fái dóma að þeir stýri áfram fyrirtækjum þar sem að þeir hafa gerst brotlegir? Já, það nú í fyrsta lagi, ef þeir eiga sjálfur fyrirtækin, þá finnst mér nú bara sjálfsagt. Það getur verið álitamál í kannski einhverjum tegundum fyrirtækja og það kann ég ekki að meta í stöðunni, en yfir höfuð þá er þetta miklu strangara heldur en gengur og gerist í okkar nágrannalöndum og ég tel að við eigum ekki að vera neinstæðar í forystu í því að auka refsingar í samfélaginu. Nei. Það má lesa það út úr greininni að þú hefur svona mikla vantrú á réttarkerfinu öllu og dómskerfinu. Já, Hvers vegna er það? Ég hef það. Og í stuttumáli hef ég sjálfur rekinn á ótrúlega marga vankanta og til að mynda bara ummæli eins virtasta lögfræðings landsins sem sagði við mig fyrir nokkrum árum þegar að ég þurfti að stinga mér á kæfi þessa djúpu lög. Þá sagði mig, þú skalt gera grein fyrir því að íslenska réttarkerfið það er ekki einu sinni fyrir bananalýðveldi, það er fyrir bavíanalýðveldi. Og ég sagði að ég kann nú vel við svona húmor, mér finnst þetta svona góð stemning, en hann sagði þetta er engin stemning. Og síðan bara upplýði ég þetta sama. Í gegnum þitt mál? Já, nákvæmlega, og þá fór ég að kynna mér önnur mál og fylgjast betur með þeim sem maður hafði ekki haft áhuga á, en sem maður hefur þá trúað sér lagi. Maður hefur þá trúað að réttarkerfið sé svona þokkalega í jafnvægi og það sé svona gætti réttlætis og ránglætis eins og sagt er og hugað að því. En það er bara ekki þannig. Við erum að geðþótt ákvarðanir og tilvíljanir og hlutir sem eru með ólíkindum. Til að mynda bara þetta að Hæstiréttur skuli vera að dæma svart þar sem héraðsdómur dæmir hvítt og öfugt. Og þetta er náttúrulega ekkert eðlilegt. Ef að túlkunin er svona mikið í höndum dómaranna, þá er eitthvað að lögunum. Vegna þess að þetta eru menn sem komu úr sama háskóla, það var sömu viðmiðun, sömu reynslun og sömu þekkingu og sömu kennarana. Og það ætti ekki verið þessi munur, svona tilvíljanakenndur munur. En finnst þér þá þetta Baugsmál sem oft er vísað til og þú ert nú að fjalla svolítið í þessari grein, finnst þér það þá vera allt einhver misskilningur frá upphæðu til enda og valdníðsla þar á ferð? Ég skal ekki segja hvort það er misskilningur frá upphæðu til enda, en það sem lagt er af stað með er yfirþyrmandi stórt dæmi sem endar í bara einhverjum röðum, einhverjum afgöngum. Og þegar Hæstiréttur Íslands, sem hefur æðsta orðið og síðasta orðið, er búin að dæma í málinu, þá er allt flotið út sem átti að vera stóri pakkin. Og þá getur maður ekkert sagt annað en að málið sé tóm tjara og vitleysa. En orðaval þitt samt vekur svolítið athygli vegna þess að þú ert að tala um að þarna sé mannhatur á ferðinu, þetta eru smámenni, valdníðingar, þetta eru svona... Þú gengur rosalega langt með orðinu. Já, ég segi ekki valdníðingarvísu, en valdníðsla. Já. Og það er smámenni og valdníðingar segirðu og þú tala líka um mannhatur rannsóknar. Já, og það er bara augljóst vegna þess að það er margsýnt sig í mörgum málum að rannsóknarlögreglan, hún ber höfðinu steinin endalaust. Þó að menn, og til dæmis í Baugsmálinu komu fram menn sem ég er sannfærður að ákveðnum póstum sögðu nákvæmlega rétt og satt frá. En það var ekkert ekki neitt mark á því. Að það er keyrt með slíku offósið þannig er einhver tali. Og þetta er ekkert eina dæmi, þetta eru mörg dæmi, en þetta er náttúrulega eitt stærsta máli sem hefur tekið hvað lengstan tíma. Þú segir líka að valdníðslan og ofsóknir á hendur Baugsmálum hafa verið slíkar með ólíkindum sá sem þetta skrifar hefur kannski betri skilning á þessari lensku réttarkerfis sem margur annar.
Af hverju hefur þú meiri skilning á valdníðslu og ofsóknum innan réttarkerfisins? Ég segi ekkert, ég segi betur en margur annar vegna þess að ég hef setið begge vegna borðsins. Og þá lærir maður. Þá skynjar maður hluti. En þú ert sem sagt að vísa í þitt mál þá? Já, ég vísi mína reynslu. Og ekki bara sem blaðamaður og stjórnmálamaður, heldur líka sem maður sem hefur gengið í gegnum þetta kerfi og þetta réttarkerfi og hefur upplifað alveg ótrúlega hluti í því. Hefur upplifað valdníðslu í því sjálfur? Ekki nokkur spurning. Hvernig þá? Ég vil ekki fjalla um það. Ég vil ekki fjalla sérstaklega um mitt mál í þessu. Ég hef þurrkað mig út úr þessu. Það er bara búið og gert. En þú ert sjálfur að setja saman sem merki á milli þíns og þeirra og valdníðsluna? Ekki saman sem heldur ég vitna í það að ég get staðfest margt sem hefur komið fram hjá þeim. Ég get bara staðfest það. Og það er nú ekkert flóknara en það. Og það er ekkert gert af neinni biturð eða illmennsku. Það er bara gert vonandi til gagns. Þannig að við verðum að stokka þetta kerfið upp og það er svo falið í þessu þannig að fólk er hrætt við þetta kerfið. Það þorir ekki að segja neitt, það þorir ekki að gagnrýna því að það hefur sýnt sig að smæstu mistök er að gera stórmáli ef að kerfið ætlar að gera það. Ef að, eins og ég segi nú kannski svolítið grimt, ef úlfarnir í kerfinu eru svangir. Og þannig er það. Þú segir líka að það kostaði Baugsmönnum 3 milljarð að ná fram réttlætinu og að ef þeir hefðu ekki átt þessa peninga þá hefðu þeir líkjandi verið dæmdur út og suður saklausir menn. Það þekki ég vel, segiru. Hefur þú verið dæmdur út og suður saklaus maður? Ég ætla ekki að fjalla um dómið í mér, en ég þekki þetta vel. Já. Og það er engin spurning að mínum að því að ef það kostar 1000 árslaun venjulegs Íslendings að verjast í máli og niðurstaðan hjá Hæstarétti Íslands er sú sem varð í Baugsmálinu, þá er það þetta bara, það er helsjúkt. Það er helsjúkt að ef þessi fyrirtæki sem það var, sem var vélað, ef þau hefðu ekki haft þessi gífurlegu peningaráð, þá segi ég bara, ég hef þá trú á kerfinu og reynslu að ef þú hefur ekki nóga peninga og í nógu marga lögfræðinga að sækja til að spinna málin, þá ert þú bara varnarlaus. Hefur þú fengið aðra niðurstöðu út úr þínu máli ef þú hefur haft nóga peningu? Vegna þess að þú ert sjálfur að spyrja málin saman og við hljótum að spyrja það. Ég held það en ég vil ekki fjalla um það. Nei. Ég held það. Já. Hvað þú segir að Íslensk stjórnvöld Ég get þó sagt eitt að í mínu máli að þú gengur hart að mér í því. Já, af því að þú nefndir þetta tvennt saman í sömu grein. Já, að þegar niðurstaðan lá fyrir þar, þá var nú haldið málþing í Háskóla Íslands, hjá lögfræðingum, og þá sögðu nú reyndustu prófessorar Háskóla Íslands að Hæstiréttur væri, þessu nánast að væri auðli, hvernig þið gengu að mér í mínu máli. Þetta er ekki mín orð, þetta eru hlutir sem komið fram og auðlir er kannski ekki rétt orðið, en þeir spiluðu á þannig veg að þeirra mati að þeir hefðu ekki haft neinn rök fyrir því að ganga þannig sem þeir gengur. Varstu sammála því? Nei, ég skipt mér ekki að því. Nei. Það er ekki mitt mál. En má ekki líka lesa út úr þessari grein að þú ert svona öðrum þræði fúll út í kerfið út af þeirri handeringu sem þú fyrstar? Nei, ég er ekkert fúll út í kerfið gagnvart mér. Þú fyrst eðlilegan dóm þá? Ég vil ekkert segja um það. Nei. Nei. En mér finnst einhvern veginn á þér eins og þér finnist allt annað heldur en að niðurstaðan gaf til kynna og það er full ástæða til þess að spyrja þig vegna þess að þú náttúrulega ert að skrifa þessa grein. Þegar maður færir þessi brotsjói, þá tekur maður þeim og nennir svo ekki að vera að tala um það meir. Nei, það er bara búið og gert. Hvort sem maður réttlátt að maður fengi brotsjóin yfir sig eða ekki, þá fekk maður hann yfir sig. Og er ekki sagt að það sé tilgangur með öllu, einhver tilgangur með öllu. Þú nú verið sakað skort á yfirun. Ég? Já. Já, neinin, það er bara ránt. Já. Það er bara ránt. Hvaða viðbrögð hefur fengið við þessari grein? Kannski ekki síst innan úr þínum eigin flokki vegna þess að hann hefur borið ábyrgð á þessum málaflokki sem er í svona miklum ólestri eins og þú ert að lýsa. Mér finnst engin ástæða til að segja það að Sjálfstæðisflokkurinn beri sérstaka ábyrgð á þessum málaflokki. Hann er búinn að hafa dómsmálaráðuneytið mjög lengi. Já, þetta er hlutur sem að gengur Björn Bjarnason er talað um að hann hafi byggt upp. Öll þessi vinna er mjög faglega unnin.
öll lagasetningin gengur í gegnum sérfræðinga og embættismenn, löglært fólk og svo framvegis, en það tryggir ekki endilega að það sé í þágu fólksins í landinu. En það ekki, ef einhver ber ábyrgð á þessu rotnakerfi Árni, þá hlýtur það að vera Sjálfstæðisflokkurinn sem búinn að hafa forræði við málaflokknum svona lengi? Ekki þeim mín skoðun. Það ekkert síður ábyrgð annarra stjórnmálaflokka á landinu. Þetta ábyrgð allra flokka. Því þetta hlutur sem allir flokkar eiga að vera á vakt yfir og sinna og ekki síst þeir sem eru utan stjórnar hverju sinni. Þeir ættu að hafa kannski með svigrúm til að gagnrýna svona því það alltaf erfitt að gagnrýna það sem í kerfinu sjálfu. En hinir eru þeir sem framkvæma, það eru þeir sem eru með stjórnvölinn. Þeir eru búin að koma málum þannig fyrir að þetta kerfi svona þeir lögin fara yfir í framkvæmdavaldið og þá fer yfir á túlkunarstig og það er það sem ég að gagnrýna meðal annars. Túlkunarstig hjá dómurum, lögfræðingum, meðferð þar og vinnubrögð, alveg sami hvort það hjá saksóknarembættinu eða ríkislögreglustjóraembættinu. Þú talar líka að stjórnvöld þurfa að læra þessu og nota svona nokkuð kröftuga myndlíkingu. Þú segir að starfsmenn ríkislögreglustjórar eru settir í skjól og rassinn á þeim púðraður daglega með barnatölkum í samtryggingarinnar. Hvernig virkar þessi samtrygging? Samtryggingin ótrúlega mikil. Það var talað samtryggingu olíufélaga. Hún var bara smámál miðað við það sem hefur gerst að mínum mati í réttarkerfinu. Því að samtrygging réttarkerfisins hún var svona ákveðið samspil ríkislögregluembættisins, ákveðins hópur lögfræðinga sem að vinnu fyrir lögregluna og lögregla þetta til og dómstólana sjálfa. Það er eitthvað samspil og eitthvað samtrygging? Engin spurning. Það er engin spurning. Og æðstu menn til dæmis í lögregluna var staðfest til mig að þegar uppkomið mál sem að eru svona álitamál, hvort að lögregluna á staðið rétt að verkið ekki, að þá er það regla hjá þeim að standa saman. Að verjast ekki endilega því sem er rétt, heldur því sem að þeir þurft að gera og töldu þess að þeir þurfa að gera. Já, af því að þessu umræða náttúrulega hefst úr því að þú ert að gagnrýna allt í kringum Baugsmáli. Það hefur nú verið talað það að Baugsmáli sé sprottið upp úr pólitík. Trúir þú því sjálfur? Nei. Ég trúi því ekki. Ég held að ég hef náttúrulega fylgst með þessu mjög grannt öll þessi ár og er í, eins og maður segir, í fremstu víglínu í dæminu þegar það fer af stað og ég held miklu frekar að kerfið sjálft og ákveðin hluti embættismanna og slíkt hafi notað og túlkað ákveðin möguleika í að gera það pólitískt. En að mínum mati er það ekki pólitískt. Árni, takk fyrir komin í Kastljós. Takk svo leiðis.